kannast þú við það nagandi ótta sem heltekur þig leið og þú yfirgefur heimilið á morgnana. Þessi nístandi óvissa, þessa ofsafengna þráhyggjukennda síógnandi hugsun. Er þetta dagurinn? Verður síminn minn batterislaus í dag? Í þessu myndbandi mun ég ekki gera neitt til að hjálpa þér að takast á við þennan vanda. En ég mun reyna að útskýra fyrir þér hvernig rafhlaða virkar. Batteri eða rafhlaða magnað fyrirbæri sem við komumst öll illa af án. En áður en við komum að því skulum við byrja á byrjuninni. Í öðru myndbandi hér á Menntakastinu sagt frá því hvernig rafeindir ferðast efni. Neikvætt hlaðið efni dregst að jákvætt hlaðnu efni, með öðrum orðum, þar sem efni með fáum rafeindum hittir efni með mörgum, fara þær af stað. Hárgreiða sem neikvætt hlaðin hefur fengið umfram fjölda rafeinda. Hárin sem hafa á hinn bóginn misst rafeindir eru hins vegar jákvætt hlaðin. Ástæðan fyrir því að hárin dragast að greiðunni sú að mismunandi rafhleðslur leitast við að jafnast út, líkt og mismunandi rafhleðslur í hárinu og greiðunni sína. Geymum nú greiðuna aðeins og tökum fram annað töfratæki, vasaljós. Ég veit að þegar þú hugsar vasaljós, þá hugsarðu líklega bara vasaljósið á símanum þínum, en ég að tala svona alvöru, gamaldags vasaljós með rafhlöðum. Á öllum rafhlöðum eru 2 skaut, jákvætt skaut eða plússkaut og neikvætt skaut sem mínusskaut. Við neikvæða skautið of mikill fjöldi rafeinda, en við jákvæða skautið þær of fáar. Rafmagnið verður til því að rafeindirnar eru ekki jafn margar við bæði skautin. Rafspenna heitið á þeirri orku sem losnar þegar hlaðnar eindir fara frá einum stað til annars. Ef munur á rafhleðslu tveggja hluta, leitast það nefnilega við að jafnast út. Það einmitt það sem veldur því að vasaljósið lýsir. Leið og kveiktir á vasaljósinu geta rafeindir neikvæða skautsins streymt gegnum glóðþráð eða rafleiðara perunar í vasaljósinu til jákvæða skautsins. Það heldur áfram að lýsa á meðan jákvæða skautið getur ekki lengur tekið við rafeindum. Þá engin spenna lengur, engin straumur, þá batterið búið. Rafhlöður eru alls konar, en hægt að skipta þeim í 2 flokka til einföldunar. Einnota og endurhlaðanlegar. Einnota rafhlöður endast yfirleitt lengur í hvert skipti en þær sem eru endurhlaðanlegar. Þær geta geymt meiri orku en eru ekki umhverfisvænar. Rafhlöður sem eru endurhlaðanlegar eru orðnar mjög algengar. Það eru þær sem eru í snjallsímum til að mynda og gott að fara vel með hann til að auka endingatímann sem lengst. Ef þörf á að losa sig við rafhlöðu mikilvægt að farga þeim rétt. Í rafhlöðum eru spilliefni sem eru hættuleg bæði heilsu okkar og náttúrunni. Það því mikilvægt að engar rafhlöður endi í heimilissorpinu, heldur sér komið til úrvinnslu til viðurkenndra aðila sem hafa þekkingu til að farga eða eyða rafhlöðunum og þar með lágmarka umhverfis og heilsuspjöll. Og þá þetta orðið ljóst.